En þá höldum við áfram og það Guðrún Birna Finnsdóttir sem sérfræðingur hjá skrifstofu stjórnunar og umbóta hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem ætlar nú að flytja erindið sem að nefnist úr læstri hliðarlegu samningastöðu og lock-in-ráð. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, gaman að vera hjá okkur í dag. Mér langaði einmitt að tala og þakka sérstaklega Sigríður fyrir hennar orð því að það mikið af því sem að Sigríður var að tala sem eru þessi viðfangsefni okkar næstu árin. Að það að nýta fjármunina okkar, sameiginlegu peningana okkar til þess að veita grunnþjónustu ríkisins. Og mér langar að tala tækifærin sem felast í gömlu samningunum okkar, arfleiðinni okkar, legacy tilhögun okkar og aðeins að fá að pota í og tala beint við rekstraraðila og forstöðumenn stofnana og senda nokkra svona punta inn og kynna nýjar leiðbeiningar sem fóru í lofti í dag á vefsíðu ráðuneytisins til þess að nýta skattféð okkar sem best. En þetta raunveruleikinn. Ríkissjóður stendur frammi fyrir gríðarlegum áskorunum og halla. Þannig að spurningin hvernig ætlum við að finna þetta fjármagn? Hvaða aðrir peningar að koma fljúgandi til þess að staðvæða ferla, styrkja innviði, takast á við tækniskuldina, veita betri þjónustu og á hagkvæmari hátt. Hvar finnum við þessa fjármuni? Eða spurningin kannski, hvar eru þessir fjármunir? Mér langar aðeins að tala skilgreiningaratriði á læstri hliðarlegu, læstum samningum, lock-in í upplýsingatækni. Það þetta að vera læstur inni í samningsaðstöðu þar sem þú hefur ekki samningsgetu í raun og veru. Þú ert háður birgja og það þetta algjörlega fullkomlega eðlilegt eftir útboð að vera komin í samningssamband við birgja. Hins vegar þegar tíminn líður og þú ert alltaf í þessu samningssambandi við þennan eina birgja, þá það bara þannig að samningsstaða þín og versnar og versnar. Ef að þú ert í læstum samningi, þá þú verður að eiga viðskipti við þennan eina birgja allt sem þarf að breyta, allt sem þarf að smíða nýtt eða kaupa nýtt. Og þú hefur ekki möguleika til skemmri tíma heldur en að nota þennan birgja. Fyrst eftir að samningssamband kemur á, þá hefur átt sér stað samkeppni, útboð og samningurinn eðlilegur eftir því sem tíminn líður og verður lengri og lengri og lengri og þessi legacy kerfi orðin eldri og eldri. Þá þetta samningar sem hafa þau einkenni að þarna séu tækifæri til úrbóta. Okkur langar að spyrja. Þegar þú átt að borga reikningana, hvað langt síðan þessi samningur var endurnýjaður með raunverulegri samkeppni? Vegna þess að talaði við fjársýsluna bara í gær og við erum að eyða 10 milljörðum árið 2020 í að borga reikninga fyrir upplýsingatækni. 10 milljörðum fyrir þjónustu okkar samstarfsaðila úti á sviði upplýsingatækni. Ég ekki að tala kostnað innan kerfisins í að borga laun innan kerfisins. Ég að tala innsenda reikninga frá aðilum úti. Og hugsanlega þarna í þessum 10 milljörðum tækifæri í að frelsa þessa peninga úr viðjum þess að borga fyrir það sem að langt síðan var gert og að huga að því hvernig þú getur komið í samningsstöðu, hvernig þú getur tekið á framtíðinni og fundið fé til að fjármagna næstu skref. Við erum sem sagt komið með á heimasíðu ráðuneytisins nýjar leiðbeiningar. Þetta eru heilar 3 síður á texta og ég ætla að biðja ykkur sem að hafa með þetta að gera, að borga þessa reikninga og eyða þessum 10 milljörðum af peningunum okkar allra, að taka ykkur tíma í að lesa þessa 3 síður. Haldið þið getið lofað mér því? Því að þarna fundið fé
fullt af tækifærum. Við erum auðvitað með í þessum leiðbeiningum sem ég ætla ekki að lesa fyrir ykkur. Ég ætla ekki að lesa þetta 3 síður að texta fyrir ykkur, þau eru ekki mætt. En þarna erum við með dæmi fyrirbyggjandi aðgerðir gegn óæskilegri læsingu. Og við sjáum auðvitað þegar að fólk tekur sér samningsstöðu. Og hér eru stofnanir búin að vera sem hafa í gegnum tíðina sýnt alveg fjölmörg dæmi frábæra leið til þess að, eins og við heyrðum hérna áðan, dæmi nýtt kerfi sem að koma í staðin fyrir 17 eldri kerfi. Og það eru stofnanirnar úti sem að gera frábæra hluti. Og auðvitað það ekki þannig að þessi 10 milljarðar sé allir í einhverju volli. En það eru þarna tækifæri og við erum að biðja ykkur að nýta þessa leiðbeiningar til þess að finna þessa peninga, til þess að standa vörð raunverulega hlutverk þess sem við erum að reyna að gera, að veita góða opinbera þjónustu og staðvæða það ferla og farið þessa fjárfestingu sem við þurfum öll á að halda til þess að geta farið þessi stóru skref inn í framtíðina. Ég ætla að taka hérna örfá dæmi hvað í leiðbeiningunum. Það bara verið að tala opna staðla, agile samninga sem að nota þá þegar, vera með samningsstöðu á samningstíma, útboðin sem að Stafrænt Ísland hefur staðið að mjög gott dæmi það sem þú missir ekki samningsstöðuna jafnvel eftir útkomin í samningssambandið. Hvernig getur verið með fyrirbyggjandi aðgerðir þegar þú ert að útfæra hvernig samningssamband þú ert að bjóða upp og þegar þú ert að fara í þessi útboð og þessi samkeppnina. Og hvaða aðgerðir þú getur farið í þegar þú ert í læstri hliðarleigu, þegar þú ert komin í læsingu, þegar þú hefur raun og veru mjög þröngt svigrúm, hvað getur þú gert og hvað átt að gera. Og hér erum við þetta bara með á mannamáli, engu lagamáli, leiðir til þess að rýna stöðuna og svo viljum við þetta bara leggja áherslu á þá að fá ráðgjöf bara hjá ráðgjöfum hérna úti og hjá verkefnastofum Stafrænt Ísland og einnig hjá Ríkiskaupum fyrirkomulag á því að taka samningsstöðuna, láta samkeppnina eiga sér stað. Því við erum með fjölmörg dæmi það þegar að jafnvel þó að sé ekki vera að hrófla við miklu að það sé farið endurnýjað samningur með samkeppni að það lækki kostnaði 40–60%. Og ef það einhver hérna inni sem að reka upp opinbera stofnun og getur leyft sér það að vera með kostnaði 40–60% hærri en hann þyrfti að vera, þá þurfum við endilega að koma að tala við fjármálaráðuneytið. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir.